Þú nefndir hérna á aðalfundi Sambands sveitarfélaga Suðurnesja miklar áskoranir í húsnæðismálum Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Já, það er rétt og ég held að þessi tími til komin og það er bráð nauðsynlegt að ráðist verið úrbætur á húsnæði skólans. Eins og ég nefndi áðan þá er íbúafjöldi á svæðinu. Hann hefur nærið því tvöfaldast frá því að þessi Álma 3 sem síðasta viðbyggingu skólan var tekin í notkun. Við höfum verið að taka við 2 brautum frá Keili, þannig að það þýðir að við erum að verða eini framhaldsskólinn hér á svæðinu og það er alveg öllum ljóst að það er brýnt að við verðum að fá aukið húsnæði. Við erum farin að byggja okkar eigið skólahúsnæði með því að nýta sumarhúsi sem við byggjum til kennslu og raða hérna gámum fyrir framann til þess að geta mætt þeim nemendafjölda sem sækir hjá okkur. Þannig að þú vilt meina að staðan er óviðunandi eins og hún er í dag? Hún er það, algjörlega. Og þetta er, því miður, þá eru hugmyndirnar frá ráðuneytinu eru sem betur fyrir góðar, þá að bæta úr aðstöðu verknáms. En við erum búin að vekja máls á því lengi að það þarf samhliða að bæta úr brýnni þörf fyrir aukið rými fyrir almenna kennslu líka. En málefni virðist svona vera botnfrosið og þetta, ykkur er svona spyrt saman við ykkur önnur mál þannig að það stendur allt bara fast. Já, það virðist vera að þetta sé stopp inn í fjármála- og efnahagsráðuneyti og þetta séu 4 skólar sem eru þarna undir í þessum fyrsta fasa og það verði allt leyst í einu. En það sem við erum að segja, við getum ekki beðið svo lengi. Þetta er búið að vera í vinnslu frá því þarna í maí að þessu virtist vera skilað inn til ráðuneytisins sem er að spyrja, þá er þetta allt í athugun, komið vel á veg en ekkert gerist því miður. En hefur þið fengið ykkur skýringar á því af hverju ykkur er svona naumt skammtað? Þú sýndir hérna glæru þar sem að það fer minnstur peningur per nemanda í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Það er eitthvað sem við höfum aldrei fengið almennilega skýringu á og þegar þeir voru orðnir eða daldið þreyttur og pirraðar á þessu nöldri í okkur, þá var svarið einfalt að við kynum ekki reikna. En eins og ég nefndi áðan að hluti af því er náttúrulega að við búum við frekar lítið húsnæði og að það þýðir að framlag okkar per húsnæðislið er lægra heldur en annara. En að mínu mati þá getur það ekki skýrt allan þennan mun. En það þarf ekki bara hjá okkur heldur öllum að fá aukið fé inn ef við að geta mentað verk og starfsnámsnema almennilega. Þú nefndir í þínu erindi, margskonar áskoranir, þeir eru til dæmis með 5% nemenda af erlendu bergi. Já, og þeim hefur farið fjölgandi undanfarið og við viljum, þegar við erum að taka við slíku nemendum, þá viljum við náttúrulega þjónusta á vel. Eins og sagði, við erum með 100 nemendur sem eru að taka sérstaka íslensku áfanga sem eru bara fyrir erlenda nemendur. Settum upp sér braut til þess að geta tekið við þeim og ef við að gera þetta vel þá erum við ekki að hrúa þeim öllum eða 25-30 hvern hóp. Við verðum að hafa í huga að þessi nemendur eru ekki allir mælandi á enska tungu eða annað, það er arabíska, spænska og hvað eina úrdí og bara nefndu það tungumál. Og við getum þess vegna ekki verið með nema svona 10-12 í hópi ef við höfum að sinna þeim almennilega og það viljum við reyna að gera. Þess vegna þurfum við náttúrulega fleiri stofur og það litlar stofur og það höfum við verið að gera með því að breyta geymslum yfir í kennslustofur. Og þetta líka við starfsnámsbrautina, þið hafi verið að gera vel við það fólk hérna en kannski þurfið betri aðstöðu. Já, starfsbrautirnar, þar erum við með 80 nemendur og þar sömuleiðis erum við að búa daldið þröngt og vildum svo sannarlega geta búið betur að þeim.
Þetta er okkar nemendur svona sem þurfa alltaf og munu alltaf þurfa okkar aðstoð og við viljum hjálpa þeim til þess að ná þroska og efla fyrir vonandi sjálfstæða búsetu og þáttöku almennum vinnumarkaði. Það er svona það sem markmið er hjá okkur á Starfsbraut. En rauninni í stuttumáli það er bara brýn þörf strax á að leysa húsnæðismál skólans. Já, við sjáum það bara ef við horfum hérna upp á G-álfuna eins og við kallum það svona í gríni, það er gambarnir 2 sem eru nýttir allan daginn og annað og síðan sumarhúsið sem er líka nýtt allan daginn undir kennslu. Það er og leit lengi vel út fyrir núna í vor að við erum að fara að bæta 3. gamnum við. Og það sem að setur okkur aðeins í þessi erfiðu stöðu er að það hafa verið miklu vandræði hjá grunnskólanum hérna á svæðinu. Þannig að allt leiguhúsnæði hér í nágrunni, það er upptekið fyrir grunnskólana eðlilega. Þannig að við vorum í vor að spyrjast fyrir og reyna að athuga hvort einhvers staðar væri laust húsnæði, en það var ekki. Og þess vegna endum við á því einfallega, við verðum þá bara að taka sumarhúsið okkar og breyta því í kennslustofu. Það er að segja, þetta er mjög hagkvæmt ef að skólarnir fara bara að byggja sínir eigin stofur. Nei, grínlaust vonum við að til þess komi ekki, en þess vegna erum við með þetta ákall og hvatningu og brýningu til bæði þingmanna og sveitarstjórnarmanna að svona getur þetta ekki haldið áfram. Það er vonlaust. Takk fyrir þetta kærlega.